Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 16. apríl, fyrsta sunnudag eftir páska, þema dagsins hin nýja fæðing. Lexían upphaf Sálms 116 segir: Ég elska Drottinn því að hann heyrir grát beiðni mína. Í pistlinum sem ég mun aðalega tala út frá, skrifa Páll: Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra manna. Og í Guðspjallinu birtist Jesús lærisveinum sínum í 3. sinn eftir upprisuna. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur, merkja okkur Kristi og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Pistillinn úr fyrra Korintubréfi og hljóðar svo: Ef við nú predikum að Kristur sé upprisinn frá dauðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að dauðir rísi ekki upp? Ef ekki til upprisa dauðra, þá Kristur ekki heldur upprisinn, og ef Kristur ekki upprisinn, þá ónýt predikun okkar, ónýt líka trú ykkar. Þá reynumst við vera ljúfvottar Guð, þar við höfum vitnað að Guð, að hann hafi vakið upp Krist, sem hann hefur ekki uppvakið, svo framarlega sem dauðir rísa ekki upp. Ef dauðir rísa ekki upp, Kristur ekki heldur upprisinn, en ef Kristur ekki upprisinn, trú ykkar fánýt. Syndir ykkar þá ekki enn í burtu teknar. Þá einnig þau glötuð sem sofnuðu í trú á Krist. Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra manna. En nú Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eru. Eins og dauðinn kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þemað í dag hin nýja fæðing og í pistlinum rekur Páll afleiðinga þess að hafna upprisunni, því að dauði Jesú og upprisa séu forsenda þess að við verðum reist upp eftir dauðan. Jesús hafði reist Lasarus upp og dóttur forstöðumannsins, svo Jesús hafði sannað að hann gat reist dána upp, en hann gat ekki reist sig upp sjálfur, það gerði Guð. Jesús notaði hugtakið svefn, bæði þegar Lasarus dó og dóttir forstöðumannsins, og við sjáum á frásögnunum að fólkið misskildi hann, því að þeir sem sofna geta vaknað aftur. En ástæða þess að Jesús notaði hugtakið svefn var til þess að útskýra að dauði í trú á hann verður ekki varanlegur, hann verður eins og svefn. En það ber að varast að nota þetta hugtak þegar við ræðum dauðan við börn. Þau geta misskilið hugtakið eins og fólkið gerði á dögum Jesú og farið að óttast svefn. Páll leggur áherslu á að án upprisu Jesú sé trú okkar ónýt. Án upprisu Jesú öll loforð hans eilíft líf ómerk. Án upprisu væri allt sem Jesús boðaði og predikaði fyrir fólkinu falskur boðskapur og við værum ljúfvottar Guð, eins og Páll orðar það. Ef Jesús ekki upprisinn, erum við öll glötuð, því að þá hefur hann ekki dáið fyrir syndir okkar, þá hefur lausnargjaldið ekki verið greitt og koma hans hefur verið til einskis. Vonir okkar, vonir allra manna, væru brostnar. Trú okkar byggir á því að Jesús hafi gefið líf sitt, að honum hafi verið fórnað í hinni fullkomnu syndafórn,
að hann hafi verið hið saklausa lamb Guðs sem bar synd heimsins og að hann hafi með dauða sínum frelsað alla menn. Ef Jesús hefði syndgað á meðan hann var hér á jörð, þá hefði Guð ekki getað reist hann upp og Jesús hefði ekki getað frelsað okkur. En vegna þess að hann var syndlaus, þá gat Guð reist hann upp. Það er kraftur upprisunar sem von okkar byggir á og Páll skrifaði að við værum aumkunarverð ef vonir okkar stæðu aðeins til þessa lífs. Og hann skrifar að Jesús upprisin sé frumgróði þeirra sem eru sofnaðir. Já, Páll notar einnig hugtakið svefn. Í ritningunni er gerður greinarmunur á upprisu dauðra og upprisu frá dauðum. Í versunum á undan hefur Páll sagt að hinir dauðu munu sannarlega rísa upp, en Jesús var reistur upp frá dauðum. Það er að segja frá hópi dauðra manna, sem þýðir að það risu ekki allir dauðir upp leið. Hann var frumgróði, það er að segja við fengum forsmekkin af því sem koma skal. Í Matteusi er þessi frásögn af því þegar Jesús dó á krossinum. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt ofan frá og niður úr, jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir heilagir menn sem látnir voru risu upp. Eftir upprisu Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Samkvæmt þessari frásögn í Matteusi var þessi frumgróða upprisa takmörkuð við fáa einstaklinga til að fullvissa okkur að loforð Jesú standist. Við getum treyst boðskapnum. Jesús hefur frelsað okkur og við munum verða reist upp. Eins og syndin kom í heiminn með einu manni og gerði alla menn að syndurum, þá var einum syndlausum fórnað og gjaldið greitt fyrir alla menn. Trúin á upprisu Jesú gefur okkur líf, eins og Jóhannes skírari gaf vitnisburð sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Lexían er úr Sálmi 116. Ég elska Drottinn af því að hann heyrir grátbeiðni mína. Hann hneigði eyra sitt að mér þegar ég ákallaði hann, snörur dauðans umkringdu mig, angist heljar kom yfir mig, ég mætti nauðum og harmi, þá ákallaði ég nafn Drottins. Drottinn bjarga lífi mínu. Náðugur er Drottinn og réttlátur og Guð voru miskunnsamur. Drottinn verndar sakleysingja, ég var í nauðum og hann bjargaði mér. Vertu aftur róleg, sála mín, því að Drottinn gerir vel til þín. Þú bjargaði lífi mínu frá dauða, auga mínu frá tárum, fæti mínum frá hrösun. Ég geng frammi fyrir Drottni á landi lifenda. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, sálmaskáldið lýsir í fyrrihluta textans hugarástandi Krists á krossinum. Snörur dauðans umkringdu hann sem var í nauðum og harmi, en síðan hljómar gleði upprisunar í hjarta höfundar. Drottinn bjargaði mér. Orðin eru einföld framsetning. Guð þarf ekki fáað helgimál til þess að heyra ákall okkar eða lofgjörð. Við getum talað við hann beint frá hjartanu og hann heyrir og svarar. Hann heyrir ákall í nauðum og harmi, er náðugur, miskunnsamur og réttlátur. Ekkert sem hvílir á sál okkar er óverðugt til að bera undir hann og hann mun gera vel til okkar. Bjargar frá hrösun og dauða. Fyrir trúna á hann mun hann endurleysa sálir okkar og við munum ganga frammi fyrir Guði
á landi hinna eilífu lifenda, sagði sálmaskáldið. Við getum treyst því að orð Drottins varir að eilífu. Í guðspjalli dagsins birtist Jesús 7 af lærisveinum sínum í 3. sinn samkvæmt Jóhannesarguðspjalli. Þeir eru ekki allir nafngreindir en það sem er mikilvægast við frásögnina er að Jesús er upprisinn í líkama sínum. Hann er ekki andi sem hægt er að ganga í gegnum. Hann birtist þeim við Tíberíasvatn. Þeir höfðu róið til fiskjar en höfðu ekki fengið neinn afla nóttina. En þegar dagur rann stóð Jesús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að þetta var Jesús sem kallaði til þeirra. Drengir, hafið þið nokkurn fisk? Og þeir svöruðu nei. Hann sagði, kastið netinu hægra megin við bátinn og þið munu verða varir. Þeir köstuðu og nú var aflinn svo mikill að þeir gátu ekki dregið netið upp í bátinn. Þetta var til þess að einn lærisveinanna þekkti Jesú. Hann sagði, þetta er Drottinn, og Símon Pétur stökk úr bátnum og fór í land. Þeir hafði ekki þekkt hann en hlýddu samt ráðum hans að kasta netinu hægra megin við bátinn. Táknrænt merki að ef við hlýðum boðum Guðs, mun okkur farnast vel, því að hann leiðbeinir okkur á bestan hátt. Já, svo mikill var fiskurinn að þeir urðu að draga netið í land. Jesús hafði matreitt fyrir þá, lagt fisk og brauð á glóðir og þeir borðuðu. Fiskur og brauð, einmitt sama fæða og þegar Jesús mettaði 5.000 manns. Ekki er þess getið hvar Jesús fékk fiskinn og brauðið sem hann gaf þeim að borða. En auðvitað þarf hann ekki að reiða sig á veraldlega aðstoð. Hann sér okkur fyrir andlegri sem og líkamlegri fæðu. En þeir voru fiskimenn. Þeir voru valdir til þess að veiða menn til trúar við Guð. Og eins og Jesús hafði beint fiskinum í net þeirra, myndi hann einnig beina til þeirra mönnum sem gætu frelsast fyrir vitnisburð þeirra. Já, netin höfðu fyllst af fiski, þetta var gnægð matar, og þeir undruðust að netin skyldi ekki rifna og töldust fiskarnir vera 153. Margir fræðimenn hafa velt þessari tölu fyrir sér, hvað hún skyldi merkja fyrst hún er nefnd. Fjölda tungumála eða ættbálka eða þjóða sem voru til á dögum Jesú eða fjölda kirkjudeilda sem byggja á trúnni á hann við endurkomu hans. Hver veit, en netið hélt þessum fjölda fiska og kannski á þetta vera táknmynd upp á það að Drottinn sé netið sem heldur okkur öllum saman og sé netið lagt samkvæmt fyrirmælum hans af þeim sem að boða orð hans, mun netið halda ótrúlegum fjölda manna það verður dregið í ríki Guðs. Já, þema þessa sunnudags er hin nýja fæðing. Páll lagði mikla áherslu á upprisu dauðra, sem má segja að sé á vissan hátt fæðing til nýs lífs í ríki Guðs. Ný fæðing, nýtt upphaf. Eins og Páll áréttaði í bréfinu til Korintumanna, þá byggir von okkar á upprisu Jesú. Von okkar til Krists nær ekki aðeins til þessa lífs, heldur til eilífslífs. Því að Jesús dó ekki vegna eigin synda, hann var fórn fyrir syndir okkar, eins og Jesaja skrifaði. Við fórum allir villir vegar sem sauðir, héldum hver sína leið, en Drottinn lét synd okkar allra koma niður á honum. Þó Guð hati syndina, þá elskar hann okkur, syndarana. Hann sendi okkur, villusauðunum, hirði. Hann gaf son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki,
heldur hafi eilíft líf, því að Guð vill ekki að neinn glatist. Jesús góði hirðirinn sem lagði líf sitt í sölurnar fyrir sauðina og hann reis upp frá dauðum. Net kristinnar kirkju hefur verið lagt út og reynir að fanga sem flesta, því að Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir hann. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.